Já, hæ. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur ljón sem að koma, hvað svona restina af árinu, hvað svona í eitthvað energy og svona eitthvað sem kemur í spilunum. Ég ætla að byrja þessu hérna á orkuspili. Þetta svona overall energy sem yfir ykkur ljón. Og eitt af því, svo birti ég á síðan mínu Facebook Anna Völsbó. Ætla ég að birta útskýringu á spilinu. Já, svo ætla ég líka að minna ykkur á að læka, kommenta og eitthvað svona. Það gerir rosalega mikið fyrir mig. Því ég að hafa fyrir þessu og svo ég veit að ég sé að gera góða hluti eða eitthvað. Svona smá motivation. Endilega læka, subscribe og alls konar. Og alls konar. Broskalla eitthvað. Bara að gera eitthvað. En ef maður segja eitthvað, það sé eitthvað bull, þá bara setja í fílukall. Nei, ég segi svona. Það er eitthvað. Já, eitt fyrir ljónið. Hvað er energy yfir ljónið hérna hjá okkur? Conjuring Legacy. Já. Ég fekk svona strax svona tilfinningu það sem að því ég held að veri ekki hægt að gera, myndi gerast eða eitthvað, að það, svo gerist það. Það er svona, og eitthvað samt við líka að tala. Það er eins og að því að gefist upp eitthvað, lokað ákveðni eða eitthvað, sett eitthvað svona boundary eða svona kúpla okkur af, en svo núna er þið bara svolítið svona, já, bara í ykkar mót. Það er eitthvað sem þið er að fá inn, sem þið byggust ekki við á þessu ári, það sem verður að veruleika. Og þetta er eitthvað svona sem þið eru búin að vera að tala um. Það kemur eitthvað munnurinn og eitthvað. Kannski er eitthvað með líka lokk í neppanum sínum. Já, það er eitthvað sem kemur inn. Og þetta er svona það sem þið eru búin að tala út í universe. Og bara speak out það sem þið segið eitthvað. Var svo að veruleika. Eða verður. En já, ég ætla að fá og þessu hérna líka, ljónið. Freedom. 3 of Wands. Það getur verið líka eitthvað svona, það sem þið eru að plana. Það er eitthvað plön sem þið eru að spá og gæti verið eitthvað svona, eitthvað sem eitthvað langar að gera. Það gæti verið eitthvað tengt líka mæ. Fannst mér líka, já, gæti verið að sé eitthvað veisla eða eitthvað svona. Nautið kemur rosalega sterkt inn líka, eitthvað samt mæ, júní. Gæti verið svona einhver veisla, samfagnar eða eitthvað svona. Og þeir svona eru svona í ykkur svona, eins og að vera að plana eitthvað, að gera eitthvað. Ljóni. Balance. Já. Já, það er einhverjum samt ef ég kannski febrúar að svona hann ætlar að koma með mars núna
Það getur verið, já, það er svona í svona meira í maí sem að verða meira svona eitthvað að vera plan, getur verið veisla, getur verið eða getur verið núna bara, já, sem við erum að plana. Sjá hvað kemur meira. En frá framöndan, sko, eru þeir svolítið í meira balansaldri en hafi verið. Þeir hafi verið svolítið svona tvístígandi með svo marga hluti og þeir hafi svolítið svona lokað okkur af og eitthvað svolítið, sko. Sjá hvað kemur meira. Mér finnst eins og ég sé í nautinu en ég í ljóninu. Ok. Skulum sjá hvað kemur. Ljón. Kannski þurfa að hlusta á þetta líka. Kannski eitthvað þar fyrir ykkur. Já, hvað er hjá ljóninu restina af árinu? Balance, spiritual og practicality, full moon og Pisces. Já, það er eitthvað sem að svona, eitthvað langar að gera og það er eins og þið vantar svona, já, eitthvað vantar svona motivation og það kemur núna, sko. Bara núna að, svona greiðast úr ykkur eða sem að ykkur fannst vera eitthvað svona, ekki fara að ganga upp en svo verður að vera líka. Gæti verið að fyrir aðeins svona, þurft að kúplega eitthvað á svona þessi burti og svo, svo þið bara svolítið núna að koma full blown bara eins og ykkur í lagi, sko, bara nú næstunni, sko, í eitthvað power. Gæti verið eitthvað svona þeir eru að plana líka eitthvað lag, eitthvað getur verið eitthvað samt við þak eða eitthvað svona eitthvað samt við úti, kannski eitthvað svoleiðis. En já, skulum sjá hvað kemur meira hérna fyrir ykkur. Hvernig var ég með þetta? Ljóni kemur inn að heimili. Já, það er svona eins og ég segi, það er eitthvað samt við heimili, húsnæði, getur verið eitthvað svona að gera breytingar eða eitthvað. King of Cups hérna líka. Getur verið eitthvað í kringum okkur. Ljón sem er í krabbamerki eða krabbi fiskur sportar ekki. Nei, jú. Gæti verið eitthvað líka sem er kringum okkur sem vil gera eitthvað meira með þér líka. Eða þá þú ert með svona plönu það að gera eitthvað framkvæmdir. Gæti verið líka flutningur líka. Það er eitthvað líka samt við eitthvað svona veislu eða eitthvað svona að fagna einhverju. New beginnings. Ég ætla nú ekki að gera þetta. En já, ég ætla að fá að hér fyrir ljónið. Gæti verið eitthvað sem ég komin í eitthvað nýtt samband eða eitthvað. Eða þá eitthvað samband að koma inn.
eitthvað svo vill taka svona, fara með þetta eitthvað lengra kannski. Fyrir ljónið. Knave of Pentacles, eða Knight of Pentacles. Þetta er eitthvað svona sem er garantí, getur verið eitthvað svona viðskipti eða eitthvað. Og Lovers. Getur verið einhvers konar union eða þá bara að þið eru eitthvað að gera eitthvað svona plön saman sko. Mér finnst þess að þetta sé eitthvað svona sem að já, eins og ég held að vera búið en svo er það bara alls ekki. Það fyrir ykkur að. Já. Sjá bara nautið. Það er svo eitthvað varðandi nautið, eitthvað mæ. Það er eitthvað ákvörðun þarna, eitthvað sem að gera eitthvað. Það er fiskurinn líka. Tvíburi. Three of Pentacles. Það er eitthvað plön sem að gera, sem er að plana að gera. Sjá hvað kemur meira. Það fá okkur stjörnumerki líka hérna. Já, ég fæ svona tilfinningu að það sé svona eitthvað union. Ljónið. Það er sportryggi, Meyja, Meyjanina, 8, sem getur verið ágúst, eitthvað kringum 8. Og sjá það með sportryggi 8 aftur Meyja, kom bara allt saman. Nautið og Meyja. Nú er ég bara hætt. Það er bara saman sem kemur aftur. Það er eitthvað nýtt byrjun eitthvað, þetta gæti verið flutningar eða svona að skrifa undir eitthvað, samningur eða eitthvað. Eitthvað varðandi hús. Gæti verið þeirra, eitthvað svona, eitthvað velja á milli eitthvað. Já. Það er eitthvað svona breytingar svona sem núna sem við fara að sjá. Gæti verið svona hækkun á launum, gæti verið eitthvað svona sem að kemur svona eins og breathe in eitthvað svona, eitthvað fréttir, eitthvað hugmyndið eða eitthvað svona sem er í loftinu. Það meira fyrir ljónið. Stand up for yourself, 16. Já, það er eitthvað
sem að þið eru eitthvað svona ákveð með, sko, bara svona, þið eru kannski svolítið þrjóskuljón eitthvað og því að það er eitthvað svona eins og þið ætla ekki að láta eitthvað svona vaða yfir ykkur eða eitthvað svona, þeir eru eitthvað svona eins og þessi búin að koma að fá nóg eitthvað svona, eitthvað rugli. Það er svona breyting á því sem er að koma inn, en við skulum sjá hvað kemur meira fyrir ykkur ljón. Greinilega þetta árið var svolítið svona, það er svolítið emotional, svona tilfinningalegt, mikið að vera svona ástamáðan, eitthvað nýtt að koma inn eða bara allt út í það, sko. Hvað er að koma hjá ljóninu? Já, Empress. Hún vildi bara koma hérna. Það getur verið voginu nautið. Sjá hvað kemur meira. Three Wands. Hvað er að koma? Mars War of Pentacles. Það er eitthvað sem að eitthvað langar að gera. Það gæti verið eitthvað langar að gera eitthvað svona breytingar, stóra breytingar. Það er svona búin að vera að halda svolítið aftur að okkur og svona það gæti verið flutninga, bíla eitthvað svona langar að gera. Kannski eitthvað sem það þurft að bíða með. Það hafi verið svolítið kannski óþola með það, bara kannski gefist upp, en svo kemur það inn, sko. Það gæti verið eitthvað fleiri. Sjá hvað kemur meira. Það gæti verið eitthvað samtöfi í september, eitthvað plön, eitthvað sem eru eitthvað svona að skoða. Þið hafa svolítið verið svona það gæti verið eitthvað samt við peningkliðina, ekki finnst ég að það þurfa svona að passa upp á eitthvað, og svona gæti verið að vera eitthvað svona, eitthvað svona vandamál, ekki frá ykkur eða svo bara ykkur öðru fólki eða eitthvað svona í kring hjá okkur, svona að bara gæti verið ykkur lofi bói kannski eða ykkur lofi girlfriend annarkvort, eða svona geti verið eitthvað sem það ekki vænt. King of Cups hérna, það er krabbi, fiskur og sportdrykki. Það er eitthvað tryggt sem kemur inn hérna. Eitthvað sem að þið er búin að bíða eftir. Það getur verið bara eitthvað svona í júni eða eitthvað svona sem að þið verið rosalega sátt við og svona gæti verið einhver aðstoð eða eitthvað svona ég datt í hug lán en ég veit ekki eitthvað sem að hafi verið að stressa ykkur yfir en svo gengur þetta upp, þetta kemur allt í hennu bara svona eins eitthvað svona gott tækifæri sem þau freistist í að taka. Hvað er meira fyrir ljóni? Hvað er klukkan? 19:43. Jæja, 19:43. Hvað er með ljóni núna restin af árinu? Fáðu fréttir frá okkur eitthvað sem að tengist fjölskyldunni, eitthvað sem
það eins og þegar við erum búin að bíða eftir og allt sem kemur eitthvað svona inn. Ég finn svona, eitthvað eins og því að við þurfum að sleppa tökunum á einhverju, með einhverja manneski í kringu okkur, svo kemur þessi manneski náttúru og vill eitthvað kannski meira og kannski búin að vera að láta þau bíða með eitthvað. Eins og hefur verið sett á hold eða eitthvað. En svo vill þessi manneski núna sýna áhuga og samband og eitthvað svona eftir svona endir og eitthvað svona. Svo er þetta bara svolítið hjá ykkur núna bara þetta ári hjá okkur ljóna að þeir eru svolítið þurfa svona að verður svolítið meira svona meira tilfinningalega eitthvað svona meira sko í kringu hjá okkur, hvað þeir eru að losa okkur við og eitthvað annað sko. Það er líka breyting að þurfa að ákvarða eitthvað með samtöð við vinnu og eitthvað svona þurfa að taka ákvörðunum við fá okkur meira hérna. Hvað var ég búin með þetta eitthvað? Nei. Hvað meira fyrir þér? Það er líka, það getur verið eitthvað samt við tryggingar eða eitthvað svona að fá leiðréttingu eitthvað varðandi það. Samt tryggingar. Veit ekki. Morning. The world awaits you. Númer 40. Kannski eitthvað 40 ára hérna líka. En það er eins og það er allt eftir að ganga upp hérna. Þeir eru svona eins og það er fullt af fiskum í sjónum en þeir eru svo svolítið að halda í einhvern eitt fisk hérna. Sem er síkur. Og svo núna allt í einu bara ákveðið að kannski fara að opna fyrir 9. Og það er svona, já, það er fullt af hvað í gangi hérna, sko. Gold, you don't need someone else to fix you, kemur hérna líka númer 36. Já, þið takið einhverja svona góða breytingu núna, svona eitthvað varðandi svona mikið með að opna klukka og eitthvað svona, Þið eru kannski búin að vera svolítið að halda eitthvað út af fyrir ykkur, sko. Og í suma verður svolítið bara svona, það verður svolítið mikið að vera svona svona og eitthvað svona, það er bara nóg með sjálfan ykkur, sko. Og ykkur ætlar að trufla það, þá bara getur þú farið. Þetta er svolítið svona attitút sem verður í Já. Hvað meira fyrir ykkur ljóðum? Hvað er aftur að gera? Ég ætla að fá englanúmer fyrir ykkur líka. Já, þið fáið 222. Very good. Það er eitthvað svona union og svona, þeir eru bara, verðið svolítið í góðu balans með sjálfum ykkur. 2 er bara svolítið svona, þeir eru að velja milli og svona, og getur verið union líka, 6. Skal sjá, þegar ég bara googla líka angel nummer 222. Hvað er ég að meira þetta? Allt hérna. Og fá hérna líka overall energy. Já, það er meeting someone new.
það er svolítið svona í ljóninu, þú veist, að þið eru að fara að setja okkur svolítið út núna, sko, þú veist, fara að bjóða konun út eða kallinum út eða bíó eða, og þeir sem eru single, þá er þetta svolítið, þú veist, að plana eitthvað, það er mikið plön. En það er svo að sé að koma þetta inn eitthvað sem þið eru búin að vera að bíða eftir eða eftir. Svo ég sagði fyrst, það er eins og ég held að það er búið en svo er það ekki búið. Og transcending obstacles, learning, expansion, new phase, prepare for union. Og allt sem þið eru búin að ganga í gegnum er bara svolítið þess að elevata ykkur, í betra, í heilbrigða, eitthvað heilbrigða kannski. Healthy choices, það er eitt mjög betra. Ég lesa bara healthy choices. Making healthy choices in love and life, self-love, self-care, being happier. Það er bara svolítið, þetta verður svolítið svona þannig hjá ykkur. Það er svona, þú veist, svona, þið verður svona í þessu attitude bara. Þú veist, bara nei, ef þú ert með eitthvað toxic eða bara út með þig. Þú ert bara með hópi glöggana. Þetta var skiptið eitthvað. Það er eitthvað leiðindi. Þú er svona, já, þú er fann á þessu öllu saman. Mér er alveg saman þá þið eru að vera bitch. Þetta er svolítið svona attitude. Já, fá eitt hérna líka hér fyrir ykkur. Já, throat. Já. Þeir eru svona að fara að skilur það sem þeir eru svona að vera svolítið að halda aftur á okkur, þú veist, bara vera að opna okkur aðeins, tala hlutina eitthvað. Já, ég var eitt eftir hérna, eitt af þessu. Það er ljónið. Númer 48. Kannski eitthvað 48 í eitthvað lífið eða eitthvað. Já, hérna er bara eitthvað með bara kólun á sér, sko. Veit ekki hvað ég segja meira fyrir ykkur ljón. En já, þetta verður allavega góða breytingar. Svona létt yfir öllu. Bye.